en svo til þess í háskólanum vann ég með skólanum og reyndar síðustu árin var ég í mjög sérstöku starfi á kvöldin helgar því að ég var útvarpsstjóri, ég útvarpsstjóri kirkjugarðana og var alltaf á bakvakt. Þannig að ég var yfir vetramánuðina var ég í útköllum á nóttunni og kvöldin þar sem að andlát höfðu borið að bæði í heimahúsum og stofnunum og svo vaknaði maður á mótni og var þá annarkvort mættur til vinnu þegar maður var að vinna á sumrin og í fríum eða í tíma á mótni. Sko. Þannig að stuttu þegar ég var að mæta í grískutíma eða hvað það var, þá var ég búin að vera alla nóttina í dálítið flóknum verkefnum við að koma fólki í líkhús. Vá. Þú færð eitt virðingastig þarna. Það er magnað. Líka svona ungur, eða þú veist. Hvernig var þetta? Þetta er bara mikil lífsreynsla sko. Já. Þetta er tvíþætt starf, þetta er þessar bakvættir og þessi þjónusta við látið fólk sem að þarf að vinna virðingu og hugulsemi. En svo er þetta líka mikið þjónusta við aðstandendur í tengslu við útfarir og kisturlagningar og hinstu óskir fólks gagnvart sínum nánustu þegar það þarf að ákveða hvernig fólk er klætt og það búið. Þannig að ég held að ég hef búið nokkur 100 manns í kistu til þess á þessum tíma og það er mjög sérstætt verkefni á öðruvísi. Já, og líka bara að ef fólk deyr í heimahúsi þá var það oftast þá sjálfsvíg eða bara fólk að deyja úr? Það eru sjálfsvíg, það er fólk sem ákveður að deyja heima í heimaþjónustu langt leitt af sjúkdómum. Já. Fólk verður bráðkvætt. Já. Það er líka framin morð sem að er auðvitað skelfilegu vettvangur, ofneysla fíkniefna og annað sem að bera að og allt er þetta bara hluta mannlegu samfélagi, þetta búið að færa svolítið dauðan út úr samfélaginu okkar í dag, fólk deyrir út inn á stofnunum og fólk er hættu dauðan, þetta var miklu nær fólkinu á heimilunum áður og ég var að vinna þetta með mjög reynslu miklu mönnum sem að geta þetta ævistarfi, ótrúlegar hetjur með sem ég hugsa oft til enn í dag og ekki síst þegar ég hitti það og fæ með kaffi með þeim. En það var eitt sem augljóslega vandist aldrei, hversu hræðilegum slysum menn koma að eða einmitt morðum áður en þegar að börn deyja, þá breytist allt. Já. Að búa lítið barn í kistu reynir mjög á og menn gleyma því aldrei. Nei, ég ímynda með það. Já. Gerist það oft? Eða þú veist? Allt og oft. Aha. Já. Börn bara deyja í svefni, fá hjartaáföll og heilablóðföll og hvað þetta heitir. Þannig að það er sem betur fer er barnadauði mjög lítill hér í samanburði við aðri heiminum en því miður er það örlög margra foreldra að þurfa að fylgja börnum sínu til grafar. Það er bara ekki hægt sko. Eða þú veist, maður getur ekki eins og hugsa það. Það er bara einhvern veginn. Allavega ekki öðru sem að fá kökk í hálsinn. Nei, mitt.